Þröstur, þetta var mjög góður sigur í dag. Það satt. Sætt að taka svona raskella á einu sinni. 106-73 og við erum í þriðja leik í þessari seríu. Þetta ekki eitthvað sem á ekki að vera hægt? Þetta, maður myndi halda að svona leikir ætti ekki að koma í úrslitakeppni, en við getum þetta. Já, þú ert hérna með hvað, 11 stig. Hvað gerði Siggi fyrir leikinn? Hvað sagði hann áður en þið komið hingað? Herðu, hann sagði bara fátt lítið. Hann sagði að þetta bara hugsa leikinn. Sömu hluti voru fyrir hinn leikina, við ákváðum bara að hlýða þeim í dag. Síðan horfðum við á myndbandi sem 2 snillíkar gerðu fyrir okkur, sem að peppa okkur svolítið vel upp. Ekki verða það og það var bara, ég held að allir hafi verið tilbúnir í dag. Hvað fólst í þessu myndbandi? Það eitthvað leynivopnið? Það var ekkert leynivopn, það var bara að vera að sýna hvað við vorum búin að vera mikla pulsur, segja okkur að vera stoltir. Takk þetta bara sem alvöru, gera þetta fyrir alvöru. Herru, til hamingju. Keflavík Hjartar slær áfram og þið ætlaði að vinna þessa leiki. Takk fyrir. Jón Arnar Ingvarsson, þið eru búinir að koma virkilega sterkir hér til leiks í þessari úrslitakeppni og hafi sannað ykkur sem topplið. Hvað gerist í dag? Já, Keflavík mættu bara tilbúinir að spila af krafti og spiluðu mjög fast hérna í byrjun og við vorum ekki tilbúinir að taka á móti á sama krafti. Og mér finnst þetta dálítið glímubragur á þessu hérna í byrjun og ekki svona alveg skilt við körfubolta og þegar standardin er slag þá þurfum við að vera tilbúinir í sama slag og tilbúinir að taka á móti á sama krafti. Ertu eitthvað að sitja út á dómgæslunni eða? Já, ég meina auðvitað þarf línan að vera aðeins skarri. Það er aldrei, hinir leikirnir hafa ekki verið svona. Og við þurfum að fá bara dæmt eftir venjulegum reglum og ekki breyta því eitthvað þegar við komum í úrslitakeppnina. Já. Er eitthvað sálfræðistig í hafi núna? Já, ég meina hver einasti leikur er sálfræðistig og ég meina menn þurfa bæði að vera andlega og líkamlega tilbúnir og andlega hliðin er mjög mikilvæg þáttur og hún klikkaði okkur í dag. Eitthvað svona sem þú mun taka sérstaklega fyrir næsta leik? Já, ég meina það er bara augljóst við þurfum að skoða þetta alveg upp á nýtt og þetta skiptir að mínum að til langmest andlegu hliðina og það er eitthvað sem við þurfum að hafa klárt á sunnudaginn. Jón Nordal, þetta var virkilega vel að verki staðið hér í dag. Hvað var það svona sem að skóp þennan sigur? Við spilum allir saman, allt liðið, allir að skila einhverju, allir lögðu sig fram. Horfum á góða stuðmynd fyrir leikinn, kveikt í okkur, náðu kveikja vel í okkur. Og það bara kom allir mjög tilbúinir í leikinn. Þú með 18 stig, þú er ekki verið að finna alveg nóg vel hérna í sístu 2 eða 3 leikjum. Þú kemur virkilega sterkur inn í dag. Var eitthvað svona hugafars ástand sem var að hrekkja þig fyrir leikjunum eða hvað er málið? Nei, bara slæmi leikir, bara komið tími til núna að gera eitthvað. Búin að vera slakur í síðustu leikjum og þá komið tími til að stíga upp og gera eitthvað. Og það var ekkert smá, hvað maður að segja, þetta var raun og verið flugeldasýning sem var sett upp hérna í svona seinni part þessa leiks og þið bara stungur hérna íringana af sem áttu engin svör. Þetta gerist þegar við spilum saman og spilum fyrir einhvern annan. Bakkarinn okkar opna fyrir skotmennina, drive inn, opna fyrir stórumennina. Þá erum við mjög erfiðir. Allt galopið fyrir okkur. Það er sunnudagurinn og það er ekkert nema sigur sem kemur þar til greina. Klárlega. Þá vil ég ekki koma aftur hingað á þriðjudaginn. Og við ætlum að gera hvað hérna á þriðjudaginn? Fara áfram. Ómar Örn Sævarsson, þið komuð ekki nóg vel tilbúinir hérna leik í dag? Ég held að við höfum komið alveg ágætlega tilbúinir, bara Keflvíkingarnir greinilega miklu tilbúinir heldur við og kannski aðeins og fávist af okkur að hugsa það að við getum, rúllað bara yfir Keflavík í þessari seríu. Við hefðum átt að reikna með því að þeir náttúrulega hafa hjarta meistarans og myndu koma virkilega tilbúinir inn á leik. Eins og ég nú talaði aðra íringa, þá hafið þið verið að ná að smella virkilega vel saman núna, bara á síðustu vikum. Ég meina Keflavík vinnur ykkur hérna með 40 stöðum í deildinni og svo núna bara fyrstileikurinn, hörkurimma, framlenging, svo rúlluðu þessu tiltölulega létt síðasta leik og svo taka Keflvíkingarnir mjög létt núna. Þetta er bara grimmt sálfræðistýri sem hafið ekki sett. Jú, algjörlega sko, ég meina ég held að á þessa stígi málsins fara þetta ekkert endilega eftir körfuboltahæfileikum, þetta er bara hverjir eru sterkari í hausnum, hverjir eru með sterkara hjarta. Þetta er komið svona langt inn í keppninu þá skipta hæfileikarnir ekki öllu máli, það er bara styrkurinn hann uppi á hausnum. Virkilega skemmtilegt hérna að sjá alla þessa íringa mæta í Keflavík og þú vilt kannski segja eitthvað þá? Þetta er náttúrulega bara frábær stuðning sem við erum að fá hérna. Þetta er alveg ótrúlegt sko. Mér finnst rosalega gaman að fylgjast með stuðningsmaðsveitunum hjá báðum liðum hérna
að keppa við hvora aðra og mér finnst samt að allir vera að halda þessu á skynsamlegu nótunum. Það er engin vitleysa læti, báðar sveitirnar eru að bera mikla virðingu fyrir hvora öðrum og alveg svo við á vellinum að bera mikla virðingu fyrir hvora öðrum. Þetta er bara frábær leikur bæði inn á vellinum jafnt sem utan. Hvernig slær ÍR hjartað þetta núna? Það slær ört. Ég er bara að fara að hlakka til að komast heim í hellirinn og klára þetta. Hverjir verða Íslandsmeistarar? ÍR, það er engin spurning. Við erum komin hérna með þjálfarateymi Keflavíkurliðsins, að þjálfarinn Sigurður Ingimundarson og aðstoðarþjálfarinn Einar Einarsson. Þetta var frábær leikur í dag. Já, þetta var mjög gott. En við ætlum ekki að gleyma okkur, við vitum að þetta er sem við getum og þetta er sem við okkur vantaði að sýna og ef við sýnum þetta áfram þá erum við bara búin að opna seríunum alveg baka átt. En við líka bara vitum það, við getum þetta. Við þurfum bara að sýna þetta alltaf aftur og aftur. Siggi, hvað gekk á fyrir þennan leik? Hvað sagðir við strákana? Varst það að sprauta á með einhverju lýsi í hælinn eða? Lýsi í hælinn og omega-3 fitusýru í hárið og þá fóru hlutirnar að stað. Nei, við komum hérna frá félagi sem við búum svo ofsalega vel að fullt af góðu fólki kringum okkur og fengum smá aðstoð við að peppa þetta upp frá mjög góðum mönnum og það hjálpaði okkur gríðarlega. Er það eitthvað svona leyni eða? Það er ekki leyni, það er mjög flott, það er KFTV. Strákar, það er sunnudagur í Seljaskóla. Hvað sigur þar eða ekki? Já, það sjálfsögðu. Þetta er allt úrslitaleikir okkur og við ætlum að leggjum þetta upp þannig og við erum bestir úrslitaleikir. Hverjir verða Íslandsmeistarar? Það er klárt. Það var ákveðið fyrir löngu og sagt upphátt, það verður Keflavík. Flott.